Hvaða útgáfa af Latabæ eru þið að setja á svið? Heyrðu, þetta er leiksýningin Glanni glæpur í Latabæ sem var fyrst sett upp í Þjóðleikhúsinu árið 1999 eftir Magnús Gefing og Sigga Sigurjóns. Þannig að þetta er ekki fyrsta upprunalega verkið sem fór á svið? Nei, það hét Áfram Latibær. Þar var til dæmis engin glanni og við vildum endilega hafa glanna, þannig að því ákváðum við að setja upp Glanni glæpur í Latabæ. Hvað ræður því að þið stokkuðu á þetta verk núna? Heyrðu, við kannski bara vilja setja upp aldrei lengi. Þetta var í fyrsta skipti sem við fengum leyfi til að setja upp. Af því að Maggi Skeving er nýbúinn að kaupa aftur réttinn og þá bara urðum við að stökkva á þetta. Skemmtileg barnasýning? Virkilega skemmtileg barnasýning með frábærum lögum sem að allir þekkja úr æskunni sinni. Komum tíma og nýbörn syngjuðu líka, þannig að bara, já. Og það eru allir karakterarnir, hrekkjusvínin og öll taka þátt í þessu? Ertu þarna? Halla! Já, allir frægu og þekktu karakterarnir, Íþróttálfurinn og Solla og hrekkjusvínið og Maggi mjói, hann er að öskra þarna á mig baksviðs. Glanni glæpur, þið sóttuð hann hreinlega bara til Hollywood? Já, það má segja það. Bara menntaðan leikara. Það er ekkert annað, sko. Við erum reyndar með nokkra menntaða leikara í þessari sýningu. Segðu mér aðeins frá leikarahópnum sem er að taka þátt í þessu. Hvaða fólk er þetta? Heyrðu, þetta er rosalega mikil blanda. Við erum bæði með fólk sem hefur bara aldrei stegið á svið. Við erum með fólk sem hefur áratuga langa reynslu í leiklist. Fólk sem er að koma hingað eftir langa pásu. Fólk sem er búið að vera hérna í mörg ár og er að halda áfram. Langt og stórt aldurspil. Við erum með krakka í 10. bekk. Og svo vill Burkni ekki segja hvað hann er gamall. Þau bara verða að giska. En hann er elstur. Þú ert alin upp hérna í leikhúsinu. Jú. Verið hérna bara frá blautu barnsbeini. Já, það má segja það. Hvernig er að fá fólk, ungt fólk, eldra fólk til þess að mæta í leikhúsið og taka þátt í því að setja upp leiksýningu? Það gengur alveg misvel, það er alveg að viðurkenna það. En það gekk mjög vel núna. Við þurftum því miður að vísa fólki frá sem kom í leikpröfur en bara fékk ekki hlutverk, sem er alltaf mjög leiðilegt að gera. En vissulega mjög ánægjulegt að það sé svona stór hópur sem vill taka þátt og við rosalega heppin með hóp núna. Þetta er mjög skemmtilegur hópur. Getið fylgst með þeim á Instagram og TikTok. Við erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt á samfélagsmiðlum. Þannig að að gera. Þú ert allt í öllu í þessu leikhúsi. Þú ert hérna að halda utan um félagið og þú ert að leikstýra þessu líka. Já, en nóg að gera. Er þetta ekkert erfitt að takast á við að leikstýra svona verki og er ekki, heldur að kröfurnar sé ekki svolítið bara háar hjá hérna áhorfendum þegar þið mæta á Glanna glæp? Jú, það er alveg, við erum mjög meðvituð um það að það er mikil pressa sem fylgir því að setja upp svona verk, bæði fyrir leikstjóra og leikara og alla sem koma að sýningunni. En ég tel algjörlega að við séum að standast á pressu, vona ég, þegar fólk mætir hérna í leikhús. En auðvitað er þetta rosalega vinna, það þarf mikið skipulag og ég er bara mjög heppin með fólki á bak við mig. Leikarahópurinn er frábær í að mæta og vera hérna klukkutíma lengur eftir æfingu að mála sviðsmynd og gera og græja, þannig að við erum mjög lánsöm með þennan hóp. Þetta er hellingsvinna, þið eru að alla daga fram að frumsýningu. Já, klárlega, æfingar alltaf fram að frumsýningu. Eftir æfingar er vanalega einhver sviðsmyndavinna eða tæknivinna, þannig að það er nóg að gera. Og hvenær er allir að sýna þetta? Það er frumsýning á verkinu föstudaginn 7. mars og það verða sýningar allavega fram á páskum, þannig að bara að gera, næla sér í miða á tix.is.